Allir krakkar í sveitinni eru í smalareið. Þá ríða þau út saman, öll heila hersingin, leggja nestið sitt í smala bú og svo líka skemmtiatriði í fallegum dal inni milli fjallana. En næsta atrið á dagskránni íþróttakeppni, sem margir taka þátt í. Þetta var geysispennandi keppni. Keppt var í hlaupi, hástökki, langstökki og 2 strákar sýndu glímu. Það hrönnuðust upp ský á himninum, en enginn veitti því athygli, fyrir en helli demba gerði alla rennvota. Það varð handagangur í öskjunni við að tína saman matarílát og peysur sem legið höfðu á víð og dreif í góðaveðrinu. En það enga síður ánægjulegt að vera á hestbaki þótt maður sé blautur, því maður heldur á sér hita þegar hratt riðið. Hestarnir eru heimfúsir, þreyttir og glaðir krakkar þeysa yfir grundir á heimleið úr smalareið. 7. kafli, Gollveig. Það komin ágúst, síðasti mánuðurinn sem halla á Hörgsóli. Í dag á að messa í litlu kirkjunni á Hörgsóli. Séra Guðmundur ætlar að hafa barnamessu fyrir hádegi, en klukkan 2 verður fullorðinamessa. Svo fara allir í kaffi á Hörgsól. Valgerður hefur nóg að gera, komnar eru konur á næstu bæjum til að hjálpa henni. Gísli og Gutti og Halla eru búin í fjósinu. Það þarf að mjólka þótt sunnudagur sé. Margir krakkar mæta í barnamessu því séra Guðmundur alltaf svo skemmtilegur. Sumir koma ríðandi, sumir á hjóli og sumir fá bílferð. Kirkjanin því full, en þeir eru ósköp lítil. Mikið þið duglega að vera komin alla þessa leið svona snemma, segir séra Guðmundur. Ég með myndasögu meðferðis sem ég ætla að segja og sýna ykkur, þegar við erum búin að syngja svo lítið. Hann Gutti hér á Hörgsóli ætlar að hjálpa mér að sýna myndirnar meðan ég segi söguna, segir presturinn. Eftir fyrsta sálminn kemur Gutti upp á grátunum með myndabóka. Sagan heitir Gollveig, segir presturinn. Goll þýðir gull og Gollveig skal ég segja ykkur, ímynd gullsins. Á fyrstu mynd eru bræður 2, sjáu þið? Þeir segja mömmu sinni að þeir ætli í barnaguðþjónustu, því það var einmitt sunnudagur. Þeim þykir svo gaman að syngja í kirkjunni. Gutti sýnir nýja mynd. Næsta mynd af þeim, þar sem þeir sitja á fremsta bekknum og syngja. Ég held bara þeir hafi sungið hæst af öllum. Þarna virða syngja og faðir gjör með líkiljós. Þið kunnið það öll, það ekki? Svo talar presturinn við börnin og segir, við eigum ekki að vera eigingjörn, sjálfselsk og nísk og ekki afbrýðisöm, í ágjörn. Við skulum frekar gefa, gleðja aðra. Þá líður okkur betur og öllum hinum líka. Þegar barnaguðþjónustunni var lokið fara bræðurnir heim úr kirkjunni. Þegar heim kom, gaf mamma þeirra þeim súkkulaði. 1 súkkulaðistykki saman. Þeir áttu að skipta því á milli sín. Súkkulaði einmitt það besta sem þeir fá. Svo settust bræðurnir niður til að skipta súkkulaðinu. En það var einmitt þá sem nokkuð ógurlegt gerðist. Gollveig komst í spilið. Gutti heldur upp í blaði svo allir geti séð, en það engin mynd á blaðinu. Svona lítur nú Gollveig út, segir prestur. Nú blaðið snýr öfugt, segir ekkur á fyrsta bekk við Gutti. Gutti snúðu blaðinu við, það engin mynd þarna megin. Gutti snýr blaðinu við, en það heldur engin mynd hinum megin á því. Sjáu þið ekki Gollveig á myndinni, spyr séra Guðmundur. Nei, sagði krakkarnir. Það engin mynd. Nei, einmitt, segir prestur. Gollveig ósýnileg. Það getur enginn séð hana. Þess vegna svo erfitt að vara sig á henni. Hún kemur í spilið án þess að nokkur sjái. Gollveig var hjá heiðnumönnum ímynd gullsins, ímynd ágirndarinnar. Gollveig óvinur Jesú og reynir að fá okkur til að gera þver öfugt við það sem Jesú kennir okkur sér rétt. Og nú læddist Gollveig að bræðrunum þar sem þeir sátu og voru að skipta súkkulaðinu, því að það sem Gollveig veit skemmtilegast af öllu að láta fólk rífast veraldleg verðmæti. Bræðurnir sá hann auðvitað ekki.
Þeir vilja bara allt í einu báðir eiga stærri bitann. Og nú Goddveigu skemmt. Henni hefur tekist að láta bræðuna fara að rífast súkkulaði. Svona vill hún hafa heiminn. Allir að rífast einhver fánýt verðmæti, ha. Strákar, strákar, segir mamma þeirra. Haldið að ég sé að gefa ykkur súkkulaði til þess að þið farið að rífast. Goddveig að vona að mamma verði öskureið og fari líka að rífast og skammast. En mamma lætur hann af Goddveig ekki plata sig. Muniði ekki hvað presturinn sagði í morgun, spyr mamma ofur rólega. Jú, hann talaði ágirnd og eigingirni og afbrýðisemi og öfundsýki. En Jesús vill að við gefum og gleðjum það ekki, segir mamma strákana. Og svo látið þið Goddveigu komast í súkkulaðið ykkur og spill ykkur. Hvað gerum við kristnir menn þegar svona komið fyrir okkur? Jú, við játum synd okkar. Við iðrum gerða okkar og við byggjum Guð að fyrirgefa okkur. Bræðurnir sáu eftir að hafa hagað sér svona. Nú skuluð við bara biðja hvor annan að fyrirgefa og þá fer Goddveig í fílu og snauta burt, sagði mamma þeirra. Þetta gerði nú bræðurnir og súkkulaði bragðaðist prýðilega þótt bitarnir væru mjög stórir. Goddveig fór í fílu og snautaði burt. Svona var nú ein saga af Goddveigu, segir séra Guðmundur. Þið skuluð alltaf vera á verði, því enn lifir hún góðu lífi Goddveig hér í heimi. Þið skuluð bara muna hvað Jesús kenndi okkur að fyrirgefa. Eigum við nú að syngja og Faðir gjör mig lítil ljós? Barnamessuna fara sumir krakkarnir heim til sín en margir verða eftir á Hörgsóli að leika við Gísla og Gutta. Halla eitthvað utanveldu. Strákarnir hafa ekki áhuga að fara í reiðtúr í dag þar sem allt fullt af gestum. Fólkið farið að tínast að Hörgsóli til að missa ekki að messinu 2:00. Hreppstjórinn og hreppstjórafrúin, oddvitinn og oddvitafrúin og fleiri. Gugga situr niður í eldhúsi, hún komin í peysufötin sín. Það gerir hún ævinlega þegar messað á Hörgsóli. Halla röltir í einhverju rælni upp í bæjarhálsin. Hún að hugsa einhver stutt séð þar til skólinn byrjar aftur. Hún tekur upp smástein og leikur sig að því að grípa hann aftur og aftur, þar til hún missir hann. Hún finnur snærispotta og sveiflar honum í hringi. Halla bindur snærið mittið. Veðrið milt og freistandi að rölta áfram upp hlíðina frá bænum. Henni dettur í huga að fara að skoða gljúfrin þar sem skessirhellir í. Þar heyrist rohohoho, hafi Gísli sagt henni. Hún gæti ekki verið gaman að klifra niður í gljúfrin og heyra skessuláturinn. Þegar Halla loks kemur að skessugljúfrunum, finnur hún hvergi stað sem hægt að komast niður á, svo hún gengur bara áfram og áfram. Hún kemur síður að þröngu klettunum sem slúta saman að ofan og lækurinn í Hvanngili rennur Það þarf að vaða eða stikla upp lækinn til að komast gegnum þetta þrönga gil. Hinum megin Hvanngilið. Hún brosir að því þegar þau héldu sig sjálfan sjafna bóla afturgengin. Og þá hafði það bara verið Hrafngrímur og sjafnaflötum með mórauða rollu á herðunum. Var það nokkuð að furða eftir allar bólasögunir hennar Guggu? Engin bóli sjáanlegur á sjafnaflötum í dag, hugsar hún með sér, hún kemur gegnum göngin upp í Hvanngili. Halla sest á stein við lækinn í Hvanngili. Skyldi Hrafngrímur ekki gera neitt við alla þessa hesta sem hann á? Heilt stóð sem bara gengur þarna. Hve margir skyldu þeir vera? Halla klifrar varlega upp klettana
og gægist yfir á Sjafnaflatirnar. Hrossastóðu þeir á beit, skyldu þeir vera styggir. Varlega læðist Halla nær stóðinu, einn og einn hestur lítur upp. Halla lítur flóttalega í kringum sig. Það búið að banna krökkunum að fara á Sjafnaflatirnar. En það svo freistandi að skoða hestana. Enginn sér til hennar. Halla fikrar sig nær einum moldóttum, gljáandi fagrum fola, sem reynist ekki sérlega styggur ef hægt farið af honum. Hún réttir út höndina og hann þefar af henni, með hálsinn teygðan fram að vísu nokkur stigðarlega. Hún stendur lengi grafkyrr. Allt í einu man hún eftir snærinu sem hún hefur bundið mittið. Hún hnýtir upp í klárin með mestu varfærni. Þetta hlýtur þá að vera taminn hestur, hann japlar á snærinu, hugsar hún. Það væri óskup gaman að setjast á bak svona fallegum hesti, ekki til að ríða neitt, bara aðeins til að vita hvort hún kemst á bak. Ó, hvað ég vildi gegnan eiga svona hest. Eftir eignast ég hest einhver tíma. Hún freistast til að stíga upp á þúfu og renna sér mjúklega á bak og strýkur hestinum með makkan. Hann reisir sig og sperrir eyrun. Það skiptir engum tógum. Stóðið á Sjafnaflötum styggist, hesturinn sem Halla situr tekur viðbragð og allt stóðið rýkur af stað. Halla rígheldur sér í faxið og klemmir hnéna að hestinum og tekst einhvern veginn að lafa á baki. Þetta snæri sem hún hafði bundið upp í hestin gerir auðvitað ekkert gagn. Hún á fullt í fangi með að lafa á baki. Stóðið rýkur í átt að húsi Hrafngríms á Sjafnaflötum. Halla orðin alvarlega hrædd. Hvar enda þessi ósköp? Hundur Hrafngríms kemur nú geltandi frá bænum. Hestarnir taka viðbragð. Sá moldótti hleypur út undan sér og Halla hendist út í móa. Það næsta sem Halla man að yfir henni stendur mikilúðlegur skeggjaður maður. Hún lítur upp, sljóum augum og illa brugðið. Snautaðu hérðan burt, hreytir kallinn út úr sér. Ég vil ekki hafa neitt sé að þvælast hér á minni jörð. Burt, segi ég. Halla nokkra stund að átta sig, en reynir svo að brölta á fætur og stamar eitthvað alveg óvart fyrirgefðu. Hrafngrímur á Sjafnaflötum illúðlegur og Halla veit að hann vill fá að vera í friði. Hún ekki hrædd en starir á þennan skrýtna mann. Mikilúðlegur hann. Henni tekst að komast á fætur, dustar fötin sín og reynir að segja eitthvað. Eina svarið stingandi augnarað. Halla hraðar sér í átt að Hvanngili, reikul í spori og þorir varla að líta við. Hvað skyldi klukkan vera orðin, hugsar hún við lækinn í Hvanngilinu, þar sem hún reynir að þvo óhreinindin úr andlitinu. Valgerður hlýtur að fara verða hrædd mig. Ég verð að flýta mér. Hún stiklar niður lækinn í snatri. Hún á langa leið fyrir höndum niður á Hörgsóli.